Fjármálakerfið traust og stóru bankarnir þrír geta staðið af sér verulegt áfall samkvæmt fjármálastöðugleikanefnd Seðlabankans. Undanþágur fyrir fyrstu íbúðakaupendur eru ekki nógu vel nýttar, segir seðlabankastjóri. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði óvænt af sér þingmennsku í morgun. Hún ætlar að reyna fyrir sér á öðrum vettvangi. Útilokur endurkomu í stjórnmál seinna meir? Alls ekki. Dómsmálaráðherra boðar breytingar á veðmálamarkaðinum á Íslandi. Áætlað að landsmenn veðji meira en 7 milljörðum á HM í fótbolta í sumar. Mótmælt var í Bretlandi vegna pilts sem lést af stungusárum í haldi lögreglu. Pilturinn var sakaður kynþáttaníð og lögreglan trúði honum ekki þegar hann sagðist hafa verið stunginn. Draumur söngvara Kaleo að halda tónleika á Þingvöllum rætist senn. Undirbúningur í fullum gangi fyrir stórtónleika þar 20. júní. Þjóðgarðsvörður segir tónleikana tilraun til viðburðarhalds. Kvöld. Skuldir fyrirtækja í byggingariðnaði hafa aukist og merki eru vaxandi vanskil samkvæmt fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands. Seðlabankastjóri segir undanþágur fyrir fyrstu kaupendur ekki hafa verið nýttar nægilega vel. Fjármálakerfið á Íslandi talið sterkt og vel í stakk búið til að takast á við áföll. Skuldir heimila og fyrirtækja eru almennt hóflegar og vanskil lítil, segir í yfirlýsingu fjármálastöðugleikanefndar. Bankarnir geta staðið af sér verulegt áfall. Aftur á móti geta áframhaldandi verðbólga, háir vextir og óvissa í alþjóða hagkerfinu reynt á kerfið að mati nefndarinnar. Enginn veit hversu lengi óvissu ástandið varir. Hvað þolir fjármálakerfið á Íslandi svona ástand til langs tíma? Ég held að fjármálakerfið á Íslandi þolir bara mjög mikið. Og við vorum að gera hér álagspróf sem að meta hvað bankarnir geta staðið af sér mikil áföll og við bara á síðustu 10-15 árin höfum við verið að byggja upp fjármálakerfi sem þolir áföll, þolir óvissu og við teljum að það hefur heppnast. Við álitum að þetta kerfi muni bara þola ansi mikið. Á sama tíma hefur húsnæðismarkaðurinn kólnað og merki aukna áhættu í byggingageiranum. Stærri íbúðir og nýjar seljast síður. Seðlabankastjóri segir bankana og verktaka ráða við stöðuna eins og stendur. Seðlabankinn hafi þegar beitt sér með því að lækka kröfur á fyrstu kaupendur og með því að gefa bönkunum meira svigrúm fyrir undanþágur. Til að mynda fyrir fólk sem getur sýnt fram á að hafa ráðið við háa leigu. En við höfum ekki séð að þessi undanþágur hafi verið nýttar og kannski þurfa kaupendur, fasteignkaupendur að kannski að bara vita af þessu meira hætti að þú getur, jafnvel þú fáir höfnin í greiðslumati, þú getur farið að tala við bankaðinn og fengið undanþágu ákveðnum skilurum uppfylltum. Þá voru kynntar aðgerðir til að bregðast við þeirri vaxandi ógn sem fylgir tæknivæðingu og óróa á alþjóðavettvangi, kortagreiðslur í netleysi. Í árslok verður hægt að nota snertilausar greiðslulausnir eins og úr og síma þótt netið liggi niðri. Frá og með 1. júlí getur fólk notað greiðslukort í netleysi. Fólk muni geta notað plastkortin sem var vonandi á einhver staðar með PIN-númerinu, jafnvel þótt að netið liggi niðri. En það sem þarf að gera með kort sem þegar hafa verið gefin út, það þarf að fara í verslanir sem selja nauðsynjavöru, sem matvöruverslanir eða lyfjabúðir og virkja kortin eftir 1 ár. Og það er gert með því að greiða fyrir eitthvað í slíkri verslun og nota PIN-númerið. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði í morgun af sér þingmennsku eftir að hafa setið á þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í áratug. Tilkynnt var á vef Alþingis í gær að Áslaug Arna tæki sæti að nýju eftir að hafa verið í leyfi á meðan hún stundaði nám í Bandaríkjunum í vetur. Sú viðvera var stutt. Í dag verða því kaflaskipti í mínu lífi. Ég hef ákveðið að láta af þingmennsku. Ég geri það með þakklæti í hjarta og mikilli trú á framtíðina. Við tók tilfinningaþrungin stund þar sem þingmenn, margir hverjir með tárakvarmi, hvöttu Áslaugu Örnu og þökkuðu henni samstarfið. Ekki langt síðan þingmenn hvöttu flokksystur hennar, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, og þingforseti vonar að nú sé nóg komið í bili. Og
og nú ætlar forsetið að vona að hún þurfi ekki aftur á þessu vori að kveðja aðra þingkonu í þessum sal. Hér einfaldlega of mikið tilfinningalegt álag að ræða. Áslaug Arna var fyrst kjörin á þing árið 2016 og kleif hratt upp metorðastiga Sjálfstæðisflokksins. Hún var orðin dómsmálaráðherra 3 árum síðar, einungis 29 ára, og var ráðherra í ríkisstjórnum VG, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks fram til ársloka 2024. Hún bauð sig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins á landsfundi í fyrra en tapaði með einungis 19 atkvæðum. Áslaug Arna segir að ákvörðunina að hætta hafi borið brátt að og að framtíðin sé óráðin. Nei, ég hef ekki tekið neina ákvörðun, þannig að þessi ákvörðun bara stendur sjálfstætt og svo mun ég fara beinakröftum mínum í það hvað tekur við. Útilokar endurkomu í stjórnmál seinna meir? Alls ekki. Og við þetta að bæta að Áslaug Arna verður gestur Kastljós hér rétt á eftir. Einn fórst og yfir 60 særðust þegar Íranar skutu eldflögum og drónum á alþjóðaflugvöllinn í Kúveit. Íranar segir þetta svar við því að Kúveitar hafi leyft Bandaríkjamönnum að gera árásir á Íran frá sínu yfirráðasvæði sem yfirvöld í Kúveit neita. Bandaríkjamenn og Íranar hafa skipst á skotum undanfarna daga. Nú síðast réðust Bandaríkjamenn á flutningaskip og fjarskiptaturn í Hormússundi. Árásinn í Kúveit sú stærsta frá því að samið var vopnahléð milli Bandaríkjanna og Íran fyrir tæpum 2 mánuðum. Hallgrímur Indriðason, hvaða áhrif hefur þessi árás á yfirstandandi vopnahlé? Já, það svona dálítið erfitt að segja. Hingað til hefur þetta vopnahlé haldið þessa tæpu 2 mánuði þrátt fyrir svona einstaka skærur. Þessi árás hins vegar öllu stærri heldur en svona fyrir skærur á milli Bandaríkjanna og Írans og að þetta tölvörðu prófsteinn á vopnahléð en enn sem komið virðist ekki vera þetta ekki ætla að leiða af sér einhverja mikla stigmögnun þó að vissulega megi nú ekkert sérstaklega mikið út að bregða. Það hafa staðið yfir friðarviðræður í nokkuð tíma. Hver staðan á þeim? Það svolítið erfitt að fá staðfestar upplýsingar það. Opinber ummæli hafa dálítið verið þannig að Bandaríkjamenn hafa sagt ákveðna hluti liggja fyrir og Íranar dregið það tilbaka. Bandaríkjamenn hafa í nokkra daga sagt að samkomulag sé í augsýn. Íranar hafa hins vegar ekki viljað ræða sínar áætlanir kjarnorku sem að þeir segja að sé ekki nýtt til vopna og þeir hafa reynda líka gefið í skyn að þeir gætu slitið viðræðunum við Bandaríkjamenn í mótmælaskyni við árásir Ísraelsmanna í Líbanon. Þar hefur verið brothætt vopnahlé í nokkra daga og einstaka árásir átt sér stað og nú bara síðast í dag. Þannig að þetta bendir til þess að viðræður frið, hvort sem það í Líbanon eða Íran, að þær séu allavega ekki að ganga nógu vel til þess að það náist samkomulag að ljúka þessum átökum. Og þessir atburðir allir eru enn að hafa áhrif á markaði? Já, olíuverð hækkaði í dag eftir árásina í Kúveit og flestar vísitölur lækkuðu, þannig að óvissan allavega ennþá til staðar bæði hvernig og hvenær þetta á allt saman eftir að enda. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Spretthópur dómsmálaráðherra skoðar kosti þess að taka upp blandað kerfi og happdrættismarkaði þar sem starfsleyfi verður veitt fyrir veðmálastarfsemi og spilavíti á netinu. Áætlað að Íslendingar veðji meira en 7 milljörðum króna á HM í fótbolta í sumar. Það lögleging kannski ekki rétt orð yfir það sem við erum að skoða, en við höfum verið að skoða löggjöf Norðurlandanna hinna og þar kemur í ljós að Ísland töluverður eftirbátur. Og allir sem þekkja til, hvort sem það eru hagaaðilar eða aðrir aðilar með innsýn í markaðin eru þessara skoðunar. Óbreytt staða sú versta. Horft til hinnar svokölluðu finnsku leiðar sem var lögleidd í Finnlandi á þessu ári. Markaðurinn þar hefur verið opnaður að hluta með starfsleyfiskerfum fyrir veðmálastarfsemi og spilavíti á netinu. Ekki liggur fyrir hvenær spretthópurinn skilar niðurstöðum eða hvenær frumvarp málið verður lagt fram. Samkvæmt úttekt bandaríska fyrirtækisins Yieldseq sem var unnin fyrir happdrætti Háskóla Íslands var andvirði veðmálamarkaðarins á Íslandi 51,8 milljarðar í fyrra og 46,8 milljarðar 2024. This is a marketplace that's approaching $300 to $400 million now, okay? So this is a marketplace that if you put this in comparative size, Iceland is worth just as much as Alaska and Hawaii put together
in GGR terms, gross gaming revenue, the value of money left behind by customers, profitability to gaming companies. The World Cup is going on during the summer. Have you estimated how much Icelanders will spend during that event? It's around 7.5 billion krona. Okay, so that's difference in the numbers here. The number that we're looking at there is the amount of money wagered, the amount of money that will be spent, around 7.5 billion kronas. The issue with this is it's a massive mass recruitment event. The bookmakers and the online sites will be looking for customers from Iceland, and you have a huge soccer fan audience in this marketplace, absolutely fanatical. Lögregla í Bretlandi liggur undir ámæli vegna pilts sem dó í haldi hennar. Hann hafði verið sakaður kynþáttaníð og lögreglan tók ekki mark á honum þegar hann sagðist hafa verið stunginn. Morðinginn hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi. You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Atvikið átti sér stað í Southampton í desember. Henry Novak, 18 ára, var sakaður kynþáttaníð gagnvart múslimanum Vikrum Dikva. Novak var settur í járn. Put the hand in the cuff, mate. Lögreglan les Novak rétt sinn en eftir það heyrist ekkert meira í honum. His pupils aren't even reacting. Það kom svo í ljós að hann hafði verið stunginn. Lífgunartilraunir báru ekki árangur. Morðinginn var á mánudaginn dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morðið á Novak og þar var setja að lágmarki 21 ári í fangelsi. Fjölskyldan gagnrýnir meðferð lögreglunar á Novak. The way he was treated was inhumane and degrading. His murderer, however, was afforded decency. He was believed. He was not handcuffed when arrested. Átök urðu milli lögreglu og mótmælenda í Southampton í gærkvöld. 2 voru handteknir og 9 lögreglumenn slösuðust. Rannsókn stendur yfir á störfum lögreglumannana og lögreglan hyggst endurskoða stefnu sína gegn kynþáttafordómum. Leiðtogi umbótaflokksins telur að sú stefna eigi þátt í hvernig fór. Can he take some action, end this divisive practice of two-tier policing and make sure that all British citizens are treated the same? My response, and the response of others to be fair, has been focused on the lessons to be learned so we can deliver justice. His response has been to appeal for rage. Rage. Úkraínumenn gerðu drónaárásir í Sankti Pétursborg í Rússlandi í dag á sama tíma og efnahagsráðstefna Rússa hófst þar. Þykkan svartan reyk lagði við borgina eftir að drónar sprengdu olíuvinnslustöð og reykurinn blasti við fjölda alþjóðlegra gesta þegar þeir komu á ráðstefnuna. Loftvarnarkerfum Rússa tókst ekki að stöðva drónana. Árásin töluvert áfall fyrir Vladimir Putin, forseta Rússlands. Hann var þó hvergi nærri þar sem hann ræddi við forseta Tansaníu í Kreml aukin viðskipti. Rússar ætla að bregðast við árásunum. Наши ответы будут носить системный характер, они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция. Norðmenn ætla að stórauka útgjöld til varnarmála með áherslu á dróna og rafrænan hernað. Þverpólitísk samstaða var aukninguna sem fulltrúar allra flokka kynntu á sameiginlegum fréttamannafundi síðdegis. Ingólfur Bjarni Sigfússon, þetta ekki bara aukning, þetta stefnubreyting. Já, ég held að óhætt að segja það. Norðmenn hafa svo sem verið með öflugan her, en hann kannski ekki síst hannað til þess að sjá varnir á friðartímum og svo hafa þeir auðvitað verið virkir í friðarumlautunum og alþjóðavettvangi. En núna hefur heimurinn einfaldlega breyst. Það ekki nema 2 ár síðan þeir uppfærðu langtíma stefnu sína í hermálum og juku verulega útgjöld til þeirra. Núna þykir aftur heimsmyndin hafa breyst það mikið að það þarf að bæta í og ekki nema það. Þessi þverpólitíska sátt í þinginu var til þess að það var raun og veru bætt enn meira í en beðið hafði verið um. Þetta eru 115 milljarðar norskra króna, 1500 milljarðar íslenskra króna til ásins 2036 og alltaf. Fyrsta lagi, hvað veldur þessari breytingu og hvað verður gert við þessa fjármuni?
Stuttasvarið við fyrir spurningun Rússland, stríðið í Úkraínu og kannski tækniframfarir, drónar og það einmitt þar sem á að verja dágóðum hluta þessa fjár, þar að segja í rafrænan hernað, í dróna, líka í langdragar skotflaugar, í kafbáta, líka á að efla æfingar, þá að styrkja innviði, þá að efla þol, almenningslis að þola eða komist í gegnum það sem að Norðmenn segja sé rétt að búa sig undir sem stríð í Norður-Evrópu sem gæti dregist að langinn. Það hljómar næstum því galið. Norðmenn hafa náttúrulega lagt áherslu á það að vera ekki að styggja Rússa með of miklu hernaðarbrölti. Það liðin tíð. Algjörlega, það liðin tíð og þó að þeir leggi eftir sem áður áherslu á NATO og þetta sé allt gert innan ramma þessu og það sé mikilvægt að eiga bandamenn og samstarf við Bandaríkin, þá vefst heldur engum að þetta ákveðið viðbragð við ástandinu í Washington og þeim breytingum sem þar hafa orðið. Og þó að Norðmenn tali að það ekki að vera erlendur herilandinn á friðartímum og sannarlega ekki kjarnorkuvopn, þá er það þannig að fyrir viku þá undirrituðu þeir samkomulag með Frakka að falla undir einhvers konar kjarnorkuvopna skjöld þeirra. Frakkar eru eina Evrópuþjóðin sem á eigin kjarnorkuvopn, þróuðu þeir sjálfir. Hvað þetta þýðir í praxis kannski aðeins óljósara en þeir bæta starfið meðal annars í hóp Svía og Normanna sem vilja sem sagt fá kjarnorkuvörn frá Frökkum en ekki bara Bandaríkjunum. Ingólfur Bjarni, takk fyrir þetta. Aðalmeðferð í máli Vélfags gegn Íslenska ríkinu hófst í dag í Hæstarétti. Tekist á þvingunaraðgerðir gegn Vélfagi vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotann. Vélfag krefst þess að ákvörðun Arion banka að frysta fjármuni félagsins vegna meintra tengsla við rússneska skuggaflotann verði snúið við. Einnig tekist á synjun utanríkisráðuneytisins á að Ivan Nikolai Kaufmann fái að setjast í stjórn Vélfags en hann meirihluta eigandi í félaginu. Vélfag telur Arion banka ekki hafa vald til að beita þvingunaraðgerðum sem ríkið hefur skuldbundið sig til að beita. Kaufmann segist ætla að leita til evrópskra dómstóla falli málið honum ekki í hag. Undirbúningur fyrir brottvísun 10 erlendra fanga hafinn. Ferlið hefst leið og ný lög fullnustu refsinga sem Alþingi samþykkti á mánudag taka gildi. Heimilt verður að veita erlendum föngum sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi reynslulaust þegar 1/3 hluti refsitímans liðinn. Þeim verður þá tafarlaust vísað úr landi og sæta endurkomu banni eftir það. Ragna Bjarnadóttir, fangelsismálastjóri, hvernig forgangsraðið þið þeim föngum sem verður fyrst vísað úr landi? Við hjá Fangelsismálastofnun horfum fyrst og fremst bara á tíman. Hvenær er einstaklingurinn búin að afplána 1/3, þannig að lögin eru þá eiga við. Þannig að við forgangsraðum þannig, sendum þær upplýsingar til ríkislögreglustjóra en síðan fer þar fram vinna við að skipuleggja flutninginn úr landi og þá getur það haft áhrif inn í myndina hvert einstaklingurinn að fara. Það getur verið flóknara að senda ykkur utan Evrópu til dæmis. En þetta forgangsraðunin, hún snýst fyrst og fremst bara hvenær einstaklingurinn er búin að afplána 1/3. Halda menn áfram afplánun í sínu heimalandi eða eru þeir frjálsir eftir brottvísun? Þeir eru frjálsir eftir brottvísun. Hvaða áhrif hefur þessi breyting á fangelsin á Íslandi? Hún hefur mikil áhrif. Þetta eru tugir fangelsisrýma sem munu losna á gildistíma þessara laga fram á mitt næsta ár. Og fyrir okkar litla fangelsiskerfi þar sem við erum með 180 pláss það bil, þá er þetta hlutfallslega mjög stór hluti rýmana sem losnar. Það skiptir miklu máli. Við erum með yfirfull fangelsi og oflanga boðunarlista. Þannig að fyrir okkur gríðarlega mikilvægt að losa þessi rými þannig að við getum farið að kalla fólkin í afplánun af boðunarlistanum og grynnka þannig á honum, þannig að þetta skiptir okkur mjög miklu máli. Takk fyrir þetta, Ragna. Undirbúningur í fullum gangi fyrir stórtónleika Kaleo og fleiri listamanna á Þingvöllum 20. júní. Á annað 1000 manns verða þar við gæslu og ýmis störf. Þjóðgarðsvörður segir þess gætt að náttúra raskist ekki. Það verður talsvert öðru sem að litast hér á Þingvöllum 20. júní. Þegar hér verða haldnir stórtónleikar, þeir fyrstu í sögu þjóðgarðsins. Dagskrá sem að hefst með ávarpi, kórsöng og síðan koma Kaleo. Og hugmyndin kom reyndar frá söngvara Kaleo. Mjög spenntir að fá að spila það í okkar þjóðgarði. Búið að draumur hjá mér lengi. Þetta eiginlega fullkomin staðsetning fyrir tónleika. Ótrúlega sagt. Já, þetta alveg einstakur staður. Hér kom fólk saman í gamla daga og söng saman og setti lög og ég held að þetta væri bara alveg geggjað.
Og þarna verður fjöldi annarra listamanna. 20.000 miðar eru í boði og stór hluti þeirra seldur. Tugir hafa komið að undirbúningi og þarna verða talsvert fleiri starfsmenn á tónleikadaginn. En þeir sem að starfa hér á svæðinu á deginu sjálfum eru á annað 1000 manns. 450 við gæslu og umferðarstjórnun og síðan eru þeir sem að sinna veitingum og þeir sem sinna öðrum starfum í eins og toga. Í þessum hópi 100 lögreglumenn og fjöldi björgunarsveitamanna af Suðurlandi og þá verður öryggismyndavélum komið upp víða svæðið. Jakob segir mikla vinnu hafa verið lagða í umferðarstjórnun en vonast til að sem flestir komi rútum og þannig megi komast hjá mikilli umferð. Við erum öll í sama liðinu með það að gera þetta bara fallegt, skemmtilegt og eftirminnilegt. Þjóðgarðsvörður segir að gætt hafi verið að því að tónleikarnir og það sem þeim fylgi verði eingöngu á svoköllu röskuðu landi. Það sem þegar hafa verið gerðar breytingar á landslaginu. Það má segja vegum, bílastæðum, göngustígum, það sem hart yfirborð og svo á þessum túnum hérna sem í rauninni sléttu tún sem voru eiginlega sett upp til þess að halda hátíðir. Tjaldstæðin verða lokuð þessa helgi og miðjan dag þann 20. verða Þingvelli lokaður öllum nema tónleikagestum. Það raunir verið að rukka fólk komin í þjóðgarðinn. Er þetta réttlætanlegt? Við teljum okkur að við getum gert þetta og viljum sjá hvernig þetta fer. En hefði ég hugsalega verið auðveldar að velja þessum viðburði annan stað en Þingvelli? Það hefði verið mun auðveldar að velja nú flesta aðra staði en það engin Þingvöllur annar staðar en hér. Nýtt húsnæði leik- og grunnskóla Hjallastefnunar rís við Öskjuhlíð í Reykjavík. Skólinn hefur verið á hrakhólum í 4 ár. Þetta hátíðisdagur, algjör hátíð í okkar bæ. Hjallastefnan með leik- og grunnskólan okkar í Öskjuhlíð sem búin að vera að þróast í 18 ár. Við erum í fyrsta skipti komin í varanlegt skjól. Leikskólinn Askja hóf starfsemi 2009 á Nauthólsvegi 87 og starfaði þar í 13 ár áður en hann vék fyrir stúdentaíbúðum Háskólans í Reykjavík. Síðan þá hefur hann verið á hrakhólum. Fyrr á þessu ári hvatti sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs í Reykjavík forsvarsfólk Hjallastefnunar til að setja sig í samband við fasteignafélagi Reiti sem hygðist byggja upp lífsgæðakjarna við Nauthólsveg. Fyrsta skrefið í því að við erum búin að fá samþykktar að byggja 150 íbúðir fyrir það sem eru 60 ára eldri og svo fyrir elsta aldurshópin þá erum við að umbreyta skrifstofum sem voru áður skrifstofur Æslandir hérna bak við mig yfir í hjúkrunarheimili og síðasti kannski hlekkurinn í þessa keðju samstarfið við Hjallastefnuna þar sem yngsta kynslóðin kemst inn á svæðið. Skólinn verður byggður á bílastæðalóð við Reykjavík Natura Berjæja hótelið á Nauthólsvegi. Á lóðinni við hlið hans rísa íbúðir fyrir 60 ára og eldri. Þetta stórkostlegur staður og við þurfum ekki stór útivistarsvæði því að við notum náttúruperlurnar þar sem þær eru. Bílastæðamál, þau munu leysast. Það verða bílastæði hér, kannski ekki allt og mörg, en þau verða og verða hér bak á hóteli fyrir hótelgesti og þetta verða líka einhver bílastæði og aðkoma þetta fyrir leikskólan og grunnskólan. 2 stelpur í 10. bekk í Kársnesskóla stóðu fyrir sölu á armböndum til styrktar stuðningsfélaginu Krafti. Á 3 dögum söfnuðu þær rúmum 600.000 krónum. Katrín Rós Harðardóttir og Katrín Mjöll Björgvinsdóttir eru í 10. bekk í Kársnesskóla. Söfnunin var liður í lokaverkefni þeirra. Og þá má við bara gera hvað sem og okkur langaði pínu svona að gera eitthvað sem eitthvað svona hjartansmál og við ákveðum þá að styðja Kraft. Kraftur stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinist með krabbamein og aðstandendur þeirra. Stelpurnar eiga báðar nána aðstandendur sem hafa fengið krabbamein og var því Kraftur fyrir valinu. Við bara eigum aðstandendur sem hafa greinst með krabbamein og pabbi minn einmitt greindist með krabbamein í fyrra. Já, og ég misti ömmu mína í fyrra út af krabbameini. Armböndin sem stelpurnar seldu eru handgerð af sjálfboðaliðum. Á 3 dögum seldu stelpurnar rúmlega 170 armbönd. Þær vöktu athygli á söfnuninni á Instagram, gengu þær í hús, seldu á kennarastofunni og við innganga á matvöruverslunum. Eva Sigrún Guðjónsdóttir, markaðs- og kynningarstjóri Krafts, segir framlag stelpnanna ómetanlegt. Það bara mikla þýðingu fyrir okkur að fá svona góðan styrk inn í starfið en við reiðum okkur alfarið á framlag einstaklinga og fyrirtækja í okkar fjáröflun þannig að þessar 600.000 krónur sem að stelpuna söfnu koma sér einstaklega vel. Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir er hætt á þingi, hún verður gestur Kastljós í kvöld. Við spáum líka í spjarirnar okkar, af hverju endast föt ekki eins og þau gerðu áður fyrr. Þetta er jakki af langaða mínum, saumar í kringum 1970 og þetta er kápa af mömmu sem er að verða 30 ára gömul. Báðar flíkurnar eru í toppstandi þrátt fyrir mikla notkun. Hvernig má það vera að gömlu flíkurnar eru ennþá í toppstandi á meðan að afkomendur mínir eru aldrei að fara að nota þessar buxur eftir áratugi? Þá að veðri, vindátt verður norðlægari þegar líður á nóttina og ber þá eilítið kaldara loft norður úr höfum. Hitatölur lækka því tímabundið á morgun og þá sérstaklega norðanlands en hámarkshiti syðra gæti náð 18 stigum. Áfram verður skýjað það mestu með úrkomu á stangli. Líkt og í dag, Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta spilar á föstudag afar mikilvægan leik við Úkraínu í undankeppni HM 2027. Þetta er heimaleikur Úkraínu en vegna stríðsins þar verður leikið í Mielec í Pólandi. Það styttist óðum í heimsmeistaramót karla í fótbolta og keppnisþjóðirnar eru í sínum loka undirbúningi fyrir það. Ganverjar verða með og þeir spiluðu æfingaleik við Wales í gær. Og það er ljóst að sigurvegarar opna franska risamótsins í tennis í ár munu fagna sínum fyrsta titli á risamóti. Íþróttir eftir augnablik. Rifjum upp helstu atriði frétta. Fjármálakerfið er traust og stóru bankarnir þrír geta staðið af sér verulegt áfall samkvæmt fjármálastöðugleikanefnd Seðlabankans. Undanþágur fyrir fyrstu íbúðakaupendur eru ekki nógu vel nýttar, segir seðlabankastjóri. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði óvænt af sér þingmennsku í morgun. Hún ætlar að reyna fyrir sér á öðrum vettvangi. Útilokar endurkomu í stjórnmál seinna meir? Alls ekki. Dómsmálaráðherra boðar breytingar á veðmálamarkaðnum á Íslandi. Áætlað er að landsmenn veðji meira en 7 milljörðum króna á HM í fótbolta í sumar. Mótmælt var í Bretlandi vegna pilts sem lést af stungusárum í haldi lögreglu. Pilturinn var sakaður kynþáttaníð og lögreglan trúði honum ekki þegar hann sagðist hafi verið stunginn. Draumur söngvara Kaleo að halda tónleika á Þingvöllum rætist senn. Undirbúningur er í fullum gangi fyrir stórtónleika þar 20. júní. Þjóðgarðsvörður segir tónleikana tilraun til viðburðarhalds. Þá er þessum fréttatíma lokið. Við minnum á samfélagsmiðlareikninga fréttastofunnar á Instagram og TikTok. Það er @RÚV-fréttir. Þar birtast fréttir og ýmislegt annað skemmtilegt efni. En við kveðjum að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ég hef sjaldan fundið fyrir jafn mikilli spennu og adrenalíni eins og fyrir einn úrslitaleik. Spurningastofan, leikmenn, þjálfarar, sérfræðingar og sófasérfræðingar hita upp fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta í sumar með laufléttri en háalvarlegri spurningakeppni. Leiðin á HM, þættur þjóðirnar sem eigast við á HM karla í fótbolta.